Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Þessi þáttur frábrugðinn öðrum þáttum okkar. Viðfangsefnið aðeins eitt og það meiri hollusta jólin. Jólin gera flestir vel við sig í mat og drykk. Víða boðið upp á kökur og sætindi sem mörgum reynist erfitt að neita sér Við fengum Ásdísi Rögnu Einarsdóttur grasalækni til að gefa góð ráð það hvernig skipta megi út hráefnum í bakstri og nota önnur hollari í staðinn án þess að það komi niður á bragðinu. Ásdís ætlar einnig að gefa okkur ýmis góð ráð það hvernig minnka megi álagið á meltingarkerfinu þegar fólk búið að borða yfir sig af jólamatnum. Dagný Hulda Erlendsdóttir blaðamaður Víkurfrétta kíkti í eldhúsið til Ásdísar. Ja, nú jólabaksturinn í fullum gangi á flestum heimilum og fólk að nota svona ýmis efni eins og sykur og hveiti. Sem kannski ekki góð í óhófi. Akkurat. Þannig að gæti þú kannski bent okkur á vöru sem væri hægt að nota í staðinn, til dæmis fyrir sykurinn? Já, það náttúrulega eins og í dag þá komið alveg hellingsúrval af öðrum sætuefnum. Og ég meina sykur alltaf sykur, þannig að öll þessi sætuefni náttúrulega sæt en þau hafa mismunandi áhrif á líkamann. Blóðsykurinn okkar og meltingu og bara hvernig okkur líður. Þannig að maður kannski ekki alveg að krassa eins mikið á sykurinum eins og hvítasykurinum með sumum af þessum efnum. Öllu heldur manni líður kannski bara betur á hann. Þannig að það eitt og annað sem við getum gert til að skipta út, ef fólki langar til að skipta út hvítasykurinum, þá þetta orðið svo einfalt í dag vegna þess að maður notar yfir sömu hlutföllin. Þú veist eins og til dæmis bara með eryþrólinu sem í rauninni unnið úr ávöxtum. Þannig að þetta náttúrulega sæta en það auðvitað búið að vinna hana svolítið fyrir okkur þannig að við getum notað hann í þessu formi. Að þá notar maður bara 1 bolla í staðinn fyrir 1 bolla sykri. Þannig að það svo þægilegt að geta svissa þessu bara svolítið beint yfir. Þannig að maður þarf ekkert að reikna þetta of mikið út. Og svo ég til dæmis með þessu pálmasykurinn, kókospálmasykurinn, hann svolítið sætur. Hann alveg með sykurstöðulinn 35 á meðan að hvítusykur 65. Hann þó mun betri, hann ekki að sveifla blóðsykurinn svona svakalega hátt upp. Þannig að þetta sætuefni oft notað þegar maður kannski að gera ykkur kökur og maður vill svolítið að það svona krönsist, skilurðu mig. Það kemur svona kröns svolítið yfirbragð og svona pínu púðusykursbragð á honum. Fullur af næringarefnum. Og þetta svona síðan þessi lágkolvetnasykur og heitir Sucrin Gold og þetta svona eiginlega sami sykurinn í rauninni. Þetta bæði eryþról og þetta hefur engin áhrif á blóðsykur og þegar fólk eins og með sykursjúkir í rauninni geta verið að nota þetta og þeir sem að passa þyngdina og svoleiðis. Þannig að bragðast náttúrulega allir pínlítið mismunandi. Maður þarf svolítið að finna bara hvað hentar manni. Svo þetta svo flórsykur, Sucrin Melis og þetta líka lágkolvetnasykur. Þannig að þetta sama að maður getur svissað þessum út í staðinn fyrir hvíta flórsykurinn. Í sömu hlutföllum? Já, þetta sömu hlutföll. Þannig að þetta allt sömu hlutföll í rauninni. Sem náttúrulega bara mjög gott. Svo aðeins þess að klára með sykurinn að þá svona fljótandi sætuefni. Þú veist, það oft bara þetta hefðbundna gamaldags síróp sem notað, þú veist, ef uppskriftin kallar á fljótandi, að þá ég rosa hrifin af náttúrulega bara að vera eins nálægt náttúrunni og maður getur. Og hlynsírópi náttúrulega bara ótrúlega flott sætuefni. Þú veist, það næringaríkt og það bara gefur svolítið gott bragð líka, bragðmikið. Og þetta bara lífrænt hlynsíróp og þá því bara skipt alveg í sömu hlutföllum og sírópið í uppskriftinni. Og svo komið eitthvað nýtt sem ég hef eftir að prófa þetta og þetta þetta lágkolvetnasíróp og sumir þar og vilja kannski nota það frekar. Og þá náttúrulega þetta ekki eins og sé að hafa eins mikil áhrif á blóðsykur og fólk svolítið að passa línuna kannski sem vil kjósa þetta frekar og ég svolítið mikið að tvista uppskriftir til. Ég væri alveg vís til að gera 50-50 bara í einu uppskrift svona. Nota lágkolvetna og hlynsíróp. Mér svo gott að breyta en svolítið bara eftir mínu höfði. Þetta síðan annað fljótandi efni, þetta kókospálmasykur í fljótandi formi og þetta svolítið dökkt og mjög bragðmikið. Þannig að þetta sætt og gott og
bara gaman fyrir ykkur að hafa úrval líka. Svo má ekki gleyma hunangi, það náttúrulega líka allt stendur alltaf fyrir sínu. Bara lífrænt gott gæða hunang. Og ég hef verið svolítið að gera brownies og ég hef verið að nota niðursóðin epli, til dæmis í browniesið. Og þetta bara getur maður að nota í staði fyrir þetta er svo mýkjandi, gefur svona mýkt í baksturinn. Og ef það er annarkvæmt stappaði banar eða epli, þá svona mýkir það. Þannig að þetta er stundum bara í ýmsum uppskriftum og þá er það þetta, að nota bara lífræn góð epli sem það er engin viðbættur sykur í þessu. Þetta er bara eplamauk. Og það gefur svo gaman að geta nota ávistinni bara beint í baksturinn. Þannig að þetta er svona allavega sætuefnin, þú veist. Má ekki gleyma stefinu, hún er líka góð fyrir okkur, en við notum hana náttúrulega ekki, þú veist, við notum hana bara í dropum. Þannig hún er meira svona til að gefa svona auka sætu. Við getum ekki sett eitt bolla eða skilur, það er ekki þannig mæleininga með hana. Hún er meira svona auka viðbót, kannski meira út í deserta. En svo í staðinn fyrir hveitið? Já, það er náttúrulega, þú veist, ef að fólki langar að breyta til, að þá myndi ég bara byrja á að nota, þú veist, auðvitað má nota fínt malaspelt, en það er samt pínlítið verið að plata okkur þar. Það er náttúrulega búið að taka trefjarnar frá fína speltinu. En það er ekki mögulega búið að vinna eitthvað mikið með þessu kannski að klóra eða bleikja eða stundum unnið svolítið kornið, hvítakveitið. En það má nota fínt spelt og það er rosalega algengt að fólk að nota kannski gróft spelt og fínt spelt saman. Og það má gera það líka, en ég nota sjálf of mikið bara lífrænt heilhveiti og lífrænt spelt. Þú veist, ég mjög langar að hafa þetta svolítið góð gæði, þannig ég svona reyna að velja þetta lífrænt. Þá kannski, eins og ég segi, þá ég minnst búið að vinna þetta. Og spelti fer bara betur í magan til dæmis á mér líður betur af því, en lífrænt heilhveiti er bara gott. Og jafnvel bara ef fólk er alveg að byrja að fara bara úr hveitunni yfir í heilhveiti. Þú veist, það er kannski bara fín byrjun fyrir suma. Þannig að þetta er allavega svo ef fólk vil fara að skrifa lengra, að þá eru sumir eru með glútenóþol og þá þarf það bara að skoða uppskriftir og það er fullt af úrvali fyrir fólk þar. Þá er þetta að nota bóghveitimjöl og það er þetta að nota möndluhveiti eins og ég er með til dæmis malaðar möndlur og það er þetta að nota kókoshveiti. Þú veist, það er bara mala kókos. Þetta dregur enda svolítið mikið í sig vökva, þannig að maður þarf svolítið að passa upp á að vera bara með rétta uppskrift. Maður þarf ofta alveg auka egg og auka vökva þegar maður er að nota kókoshveitið. Þannig að þú veist, það er fullt af öðrum mjöli sem hægt er að nota, en byrja bara einfalt, færa svo hveitunni yfir í heilhveiti og jafnvel speltið og svo bara fara að fikra sig hans áfram. Það skemmir þetta ekkert góða bragðið af jólakökunum, til dæmis að nota heilhveiti? Nei, ég myndi ekki segja það. Það er ekki það mikið bragð af þessu. Það er ekkert yfirgnæfandi bragð. Auðvitað verða þær aðeins grófari, en maður kemst alveg upp með það í einhverju muffins eða kökum sem maður oft kemst alveg upp með og fólk finnur ekkert fyrir því. En byrja kannski 50-50, það er ágætt svona í hlutvöllum, helming og helming. Hveitið eða fínt á móti grófu. Já. Þannig að prófa sér bara áfram. Svo langar bara aðeins að nefna með ger og svona, að þú veist, maður skiptir til dæmis ekki lyftidufti alveg beint í staðinn fyrir ger, en í staðinn fyrir venjulegt lyftiduft þá er gott að nota vínsteinslyftiduft, því að það er ekki búið að blandast neitt við hveiti. Því að stundum ef maður kaupir bara þetta gamaldags lyftiduft, þá er oft uppsprettan er oft unnin úr hveiti. Þannig að maður svona getur fólk með glúten, óþol og svona þarf í raun að vera frekar megin sko. Og þetta virðist að fara betur í maga hjá fólki, vínsteinslyftiduftið. Þannig að það er svona valkostur ef fólk vil skoða það eitthvað. En svo í staðinn fyrir smjörið? Já, íslenskt smjör er náttúrulega hollt, við hefum ekki að gleyma því. Ég ætla ekki að og ég mér finnst æðislega að steikja sveppabúsmjöri og nota smjöri svolítið, en stundum er svolítið mikið af því í uppskriftunum, finnst mér. Stundum alveg bara 200 grömm af smjöri og það er alveg hellingur. Og það er alveg að fara utan á rassinn á manni, skilur þú veist. Þannig að maður þarf alveg þó að sé hollt og það er góð gæði og allt frá beljun og svona, að þá myndi ég svona oft þess að segja, ég oft bara minnka þá kannski segjum það 200 grömm af smjöri, ég oft set bara 100 grömm og nota kókosolíu í staðinn og set 100 grömm af henni. Það er mjög gott að hafa smjöri líka í uppskriftinni. Og þeir sem vilja alls ekki smjör, þeir nota bara, þetta eru sömu hlutföll af kókosolíu. Þannig ef það er 100 grömm af smjöri, þá er það 100 grömm af kókosolíu. Eða desilítar skiljum maður skiptir. Þannig að það er einfalt að nota svoleiðis.
Og aðrar oljur, þú veist, það má alveg nota aðrar oljur líka, þú veist, þessu okkur grænmetsoljur eða hvað olju sem fólk vil nota, en það skemmtilegast að nota kókosoljuna í bakstur. Og það hægt að kaupa hana líka lyktar og bragðlausa ef fólk eitthvað næmt fyrir kókosbragðinu, fílar það kannski ekki. Og svo kakósmjörið, ætla ég að segja, það notað það svolítið svona hörð fita og það nota maður í konfektgerð. Þannig að ef ég að hræra mér í bara svona einhverja góða súkkulaðimóli, því ég mikil súkkulaðikona, að þá nota ég gjarnan kókosolju, kakó og kakósmjör og eitthvað fljótandi sætuefni. Það bara komið með konfekt. Hræri svo bara í skál og í flott konfektform inn í frystir. Þetta ekkert flókið. Það nefnilega oft mjög einfalt. Þannig að já. Svo var ég að spá með kókosoljuna. Nú ofta nota smjör sem við stofuhita. Í hvað formi væri best að nota kókosoljuna? Maður ætla að nota hana. Maður þarf að láta bara renna aðeins heitt vatn á hana, setja hana í skál og bara láta renna pínu heitt og þá bara verður hún fljótandi. Þannig að maður þarf svona að gera hana fljótandi í rauninni, þess að geta að nota hana. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Þú ætlum að fara yfir kryddin, eða ekki? Jú, ég bara svona aðeins til þess að tvista til baksturinn að þá náttúrulega, þú veist, þetta náttúrulega lækningajurtir. Ég bara minni ykkur á það, þú veist, fólk gleymi því alltaf að kryddin okkar náttúrulega bara jurtir sem að hafa fullt af heilsueflandi áhrifum, þannig að það rosalega sniðugt svolítið að koma þeim inn í baksturinn. Og þá þetta verður kakan eða vöffis eða hvað að gera, smákökurnar, þeir hollari fyrir vikið. Og mikið af þessum kryddjurtum þær í rauninni góðar fyrir meltinguna. Og bara eins og engi fyrir náttúrulega eykur blóðflæði, þú veist, engi fyrir bólgueyndi, svo allir vita náttúrulega í dag, og engi fyrir líka gott að gefa hita í meltinguna, þannig að það svona keyrir aðeins upp kerfið. Og gott fyrir hægðirna líka. Kanil náttúrulega lækka blóðsykur, það búið að rannsaka það. Þannig að það mjög gott með sykri eða sætindum og það gefur bara svo mikið jóla. Auðvitað margir að nota en það má nota bara vel að kanil. Bara dassa þessu inn í bara deið alveg fulltæði. Og kanil líka vindeðandi. Það getur alveg hjálpa til stundu fyrir fólk. Þannig að og svo bara múskat þú veist gott líka oft notað í piparkökubakstur. Múskat jurt sem að hjálpar okkur að sofa betur. Það enginn að pæla í því en það búið að rannsaka það. Þannig að það má setja það út í flóamjólk á kvöldin eða út í heitt vatn með hunangi. Og svo bara kardamómuna líka og það svona líka eins og segi gott til að bæta meltinguna líka. Þannig að ég var hrifin af því að reyna að nota svolítið jurtirnar í kökurnar. Og svo gleymi ég náttúrulega döðlunum. Þær náttúrulega líka bara valkostur sem sæta. Þú veist, þær náttúrulega trefjaríkar og innihalda bara náttúrulegan frúktósa og bara, þú veist, gefa mýkt og raka líka í baksturinn þannig að það er gaman að geta að nota uppskrift sem döðlur í. Ég held að fólk gleyma oft svolítið döðlunum í jólin. Þú veist, það svona að reyna að nota svolítið uppskriftir sem eru með þurrkuðum ávöxtum. Hafa þetta svona eins náttúrulegt í raun og við getum. Þannig að þetta svona sætuefnin og kannski aðeins áður við förum í súkkulaði þá er ég með kókosrjóma hérna. Mér finnst hann svo ótrúlega góður. Mér finnst hann svo hrikalega góður. Ég verði eiginlega að segja ykkur frá honum að þú veist, rjómi er alveg hollur, klárlega. En þetta svona ef fólk vill aðeins breyta til og prófa eitthvað annað að þá þetta að nota kókos sem hann svolítið þykkur. Það hægt að svona pískra hann aðeins til þannig að maður getur sett hann með vöfflum eða franska súkkulaðköku eða hann verður ekki alveg þeyttur en hann aðeins svona ívist til.
og ég nota hann oft út á bláber, ég nota hann oft svona út á svona með desertum og ég blanda hann líka mjög gjarnan út í súkkulaði kannski sem ég að bræða hann á köku. Setja aðeins að þessu út og þá kemur svona meiri krím í, svona kremkenndari áferð. Það má alveg sletta það ekki í sjónvarpinu, það ekki? Jú. Það má alveg. Heyrðu, en súkkulaði náttúrulega bara mitt áhuga mál og ég búin að rannsaka súkkulaði bara eiginlega í nokkur ár. Og ég tók bara örfá sortir, ég gæti alveg verið bara með heilt borð af alls konar súkkulaði fyrir ykkur hérna. En ég ákvað að vera svolítið hófsöm núna í þetta skiptið og bara svona segja ykkur frá því, þá súkkulaði bara hollt fyrir okkur. Ef það notað rétt og maður með rétta súkkulaðið og maður notar það bara í hófi með annarri fæðu, þá ég alveg klár því að það bara hollt fyrir okkur. Ég meira þess að búin að skoða, það búið að rannsaka súkkulaði það lengi, ég held að það hafi verið gerðar yfir 2000 rannsóknir á kakabönnunni. En þá vitum við það, þetta ekki tekið úr tískublaði sko. Þannig að þessi kassi hérna í rauninni bara svona konfettkassi og þetta með stevju og maltitóli. Það sætuefni sem í þessu. Og það svolítið sykursýki í ættinni hjá mér, þannig að ég þarf alveg að passa mig á sykri og það eru einhverjir í fjölskyldunni sem þurfa að passa sig líka og ég hef oft gefið þetta bara svolítið svona í gjöf jólin. Mér finnst þetta mjög svona smarta og þetta eru bara góði mólar, ljósir og dökkir súkkulaðimólar og þetta ekkert að trufla neitt blóðsykur og ekkert svoleiðis, þannig að maður getur alveg notið þess að fá sér þó maður þurfa að passa sykurinn. Mér finnst það mjög mikilvægt. Því maður ánáttúrulega að trýta sig. Það bara lífið og stutt þess að gera það ekki. Svo erum við með annað súkkulaði og þetta súkkulaði í rauninni bara líka með stevju og maltitóli, aðeins dekkra og þetta getur maður brætt ofan á súkkulaði, kökur eða sett inn í uppskriftir eða bara fengið sér með bara kaffibolla með jólin, skilur. Maður bara farið vinkur í heimsókn og bara fáum okkur súkkulaði. Það náttúrulega alltaf í boðinu. Og bara til þess að sýna ykkur þetta líka, þetta líka sykurlaust, en þetta svona allt annað bragð. Það svo skrítið með hvaðan kakóbönnin koma, hvernig bragðið Þannig að þetta alveg bæði 70% en allt annað bragð. Þetta bara annað merki og gaman að hafa möguleikan á því. Þetta með hrásykri, þetta frá Naturata. Þetta 75% og þetta náttúrulega með, hrásykurinn náttúrulega sykur, en hann með vítamínum, þannig að við vinnum betur úr honum og sumir finnst bara mjög gott að nota hann og það bara allt í góð, en hann náttúrulega eins og sé, hann sæta, alveg svona veruleg sæta, en þetta bara svo gott súkkulaði, en ég var að sýna ykkur það. Og þeir sem eru að passa sig á mjólkurvörum og jafnvel þeir sem eru grænmetisætur og vígan og svona, þá þetta mjólkurlaust, laktósufrítt. Ég ekkert að passa það, en þú veist, það ágætt fyrir þá sem þurfa þess að þetta til. Það bara valkosturinn alltaf til staðar. Þannig að já, lífur og stutt þess að bora ekki súkkulaði. Það bara þannig. Ég alveg á því. Þannig að þetta allavega svona, eins og ég segi, þannig að ég allavega búin að sýna ykkur aðeins hvað þetta að nota í staðinn og mér finnst það mikilvægt. Já. En svo langar mér að spyrja því í sambandi við aðventuna. Þetta náttúrulega svolítið langur tími frá í lok nóvember og til 7. janúar. Áttu ykkur ráð fyrir fólk svona hvernig hægt að fara í gegnum þennan tíma skynsamlega en samt að njóta hans? Já, ég held að þetta náttúrulega fólk tekur bara heila mánuð í þetta, í sukkið og það alltaf langur tími. Og sumir eru bara svona með skottamelli lappan í janúar þá á að fara að taka á þessu og bara, það búið að vera síðan piparkökurnar komið vilt í búðirnar bara miðjan nóvember. Og allir vinnustæði fyllast af konfetti og smákökum og fólk svo spennt að byrja, hátíðarhöldin, það byrjar oft svolítið snemma, þannig að ég myndi segja að velja svolítið stund og stað og mómentin til þess að trýta sig, því við munum alveg klárlega og við eigum að gera það og njóta, en muna að hafa grunninn okkar samt svolítið heilsusamlega, muna eftir að borða morgunmat og halda inn í grænmetinu, ekki bara ýta því alveg út í desember og bara gleyma fisk og grænmeti og hnetum og fræjum og þessu hotla sem við erum vön að borða. Hafa þetta með og eins og segja, njóta svolítið og leyfa sér svona að trýta sig en veljast það á stund. Ég held að það sé mjög mikilvægt og eins þetta líka að margir gleyma bara að borða í desember, svona sumardaga, það sem ekki að gera. Það verið að snattast í Reykjavík eða niður í bæ og mikið að vera og fólk bara hreinlega borðar ekki nóg reglulega. Það kemur svona smá ójafnvægi svolítið í máltíðirnar yfir daginn og þá náttúrulega bara meiri líkur að maður ráðist á okkar bara það sem hendi næst. Og það þarf ekkert endilega að vera eitthvað skynsamlegt. Það oft bara eitthvað, ein pulsa og kók eða snikkast eða smákaka eða eitthvað sem bara núna, ég svangur núna.
Þannig að frekar ef maður svona reynir að halda svolítið í það að borða reglu við daginn, mun eftir að fá sér banana, kannski nokkra möndlur eða grófbrauð með hollu áleggi, byrja vel á góðum morgumat og svona, að þá maður bara að taka betri ákvarðanir yfir daginn. Þó það komi ein smákaka einhvers staðar eða smá konfekt, þá bara ekki allir dagur þannig. Þannig að já, ég held að þetta sé mikilvægt að svona halda sér svolítið í hollustunni en aðeins að, þú veist, fara pínu út af því, skilur, það allt í góðu. Þannig að hérna, já. Svo varstu með nokkur ráð svona fyrir þá sem eru kannski búnir að fá sér vel af kjöti. Já, ég svona, mér finnst fólk einhvern veginn, eins og segir, það stundum kannski svolítið farið of djúpt tekið á hérna og þá tók ég hérna fyrir ykkur, ég er svo rosalega hrifin af þessum tveimur jurtum, þeir eru báðir hreinsandi og fólk eins og segir, þú veist, það náttúrulega hangikjöts hérna vertíðin framöndan og svona reykt kjöt mikið og svínahamborgarhryggurinn og mikið, þú veist, sós og saltinntakan náttúrulega bara líka eykst oft í þessum mánuði. Fólk að borða saltari mat og sætari mat og stærri máltíður og svona, þannig að það álag klárlega á lifrina, gallblöðru, meltingafærin og allt saman. Þannig að, þú veist, dandelion bara túnfífillin sem vex út á túnni hjá okkur. Þú veist, þetta bara túnfífillin sem allir að losa sig við úr garðinum og hérna en frábær lækningajurt engu að síður. Og þessi jurt hefur áhrif á lifrina og gallblöðru og hjálpar henni svolítið að brjóta niður fitu, hjálpar hægðunum aðeins, þetta er svona mild hægðalósun hérna af þessu og í rauninni bara svona bætir meltinguna. Þannig að þetta er ágætt að hafa þetta upp í skáp ef maður veit að maður er aðeins búin að fara í striki að svona þá getur maður fengið sér þetta svona eftir máltíð eða eftir matinn og kannski daginn eftir og svo er þetta brenninetla og hún lækkar mér þessa blóðsykur, þannig að hún er góð í öllu sykur átinu að hún er búin að rannsaka það, hún hefur áhrif á blóðsykur og lækkar hann aðeins og hún er rosalega góð líka bara, hún er vökulósandi, þannig að með öllu þessu salti hjálpa þess nýrónum og drekka góð jurtateinn á milli, það er svona að kannski myndar aðeins jafnvægi. Þannig að ég held að það sé alveg mikilvægt að við munum eftir þessu, ekki vera bara í 5-10 bollum af kaffi og konfetti, skilur. Það er svona aðeins að hafa þetta með í bland. Svo er náttúrulega bara til svo flott te, það er til bara alls konar úrval af góðu heilsueflandi te í dag sem er bara æðislegt og þetta te til dæmis í uppáhaldi mér, ég er búin að drekka þetta núna síðan nóvember, þá byrjaði þetta allt saman og þá fá maður að fá smá jólafíling og þetta bara eru frábæra jurtir, svolítið svona góða kryddjurtir og maður fær svona góða jólailm af þessu, þannig að prófa að svissa út og minnka kaffið þess, fá sér gott jólate. Og svona rétt í lokin, þegar maður tala um meltinguna, að þá þegar fólk er að borða yfir sig, að bara fram úr hófi, þá er stundum gott að fá sér eina tuggutöflu af meltingarensímum. Og þetta hjálpar okkur að brjóta niður fæðuna aðeins betur. Af því við erum oft bara að ganga svolítið á ensímforðan í meltingun okkar með því að borða stóra skammta og borða mikið í einu. Þá líkaminn er alveg að rembast eða búið til ensím fyrir okkur til þess að brjóta þetta allt niður en við erum bara oft að gera of mikið, Við erum eiginlega bara svolítið að djöflast á meltingafæran með stórum skömmtum. Þannig að stundum og þetta er með myntubragði og þetta er svona tuggutafla, maður tekur 1-2 eftir máltíðina og maður er bara aðeins að hjálpa. Ef fólk vil endilega borða svona mikið, þá er þetta að fá smá aðstoð við það. Og svo er ég náttúrulega rosalega hrifin af mjólkurþýslinum, þetta heitir Sillimarin og þetta er bara ein jurt sem heitir mjólkurþýstill og er bara besta lifrarjurtin sem er til bara hreinlega sennilega í heiminum. Þannig að hún hjálpar lifrinni að hreinsa sig og er mjög góð þegar fólk er að, eins og segja, fara fram úr hófi í mat og drykk. Þannig að sumir eru kannski að fá sér jólaglögg og auðvitað fólk fæ sér kannski rauðvín og kannski jólabjórinn og eitthvað svona. Og sumir fá svo marga kannski jólabjóra og þá kannski kemur þessi sterkinn. Þá er þetta að fá sér áður maður mætir í jólapartíð og kannski daginn eftir. Það getur verið sterkur. Þannig að þetta er eitthvað sem getur alveg svona aðeins hjálpa til að manni líði kannski aðeins betur í þessu öll saman. En lykilatriði er bara að njóta, njóta með sínu fólki og njóta þess að baka og gera nokkra sortir ef mann langar. En það er hægt að færa þetta héðan og alveg hingað. Færa þetta á næsta plan og gera þetta heilsusamlegra. Leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á að við verðum á okkar venjulega útsendingar tíma á morgun 50. Sjónvarp Víkurfrétta verður einnig á dagskrá INN að kvöldi Þorláksmessu og síðasti þáttur ársins verður miðvikudagskvöldið 30. desember. Til að sjá eldri þætti og stök innslög úr Sjónvarpi Víkurfrétta
þá bendum við ykkur á YouTube-rás Sjónvarps-Víkurfrétta undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Takk fyrir í kvöld og sjáumst aftur annað kvöld á INN. Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófa hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum.